Það hægt að keppa í mörgum, það til dæmis hægt að keppa í fótbolta, en það líka hægt að keppa í fótbolta vallargerð. Það einmitt það sem Víkingur Ólafsvík að gera einmitt núna. Þar keppist fólk við að klára völlinn fyrir fyrsta leik sumarsins. Við fengum Sigrúnu íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Snæfellsbæjar til að segja okkur aðeins meira frá framkvæmdunum. Við erum að fara að ráðast í framkvæmdi við gervigrasvöll sem verður örugglega eitt sá flottasta á landinu, er það ekki alltaf þannig? Jú. Við allavega leggjum mikinn metnað í þetta. Við erum núna eins og þið sjáið þá er að vera að grafa fyrir vökunarkerfi. Við ætlum að hafa 6 stútar sem við verðum með sem við getum vökvað grasið. Það þarf alltaf að vera fullkomið. En bíddu, þú sagði gervigrasvöll og svo talar um vökvunarkerfi. Er það ekki eitthvað skrítið? Nei, þeir segja það, Er gervigras vökva? Já, það er til þess að vera ekki eins og svona þurrt og stammt. Það er svona nærði að vera eins og eðlilegt gras. Hann verður eins og við sjáum fyrir eins og verður gras í endunum. Svo er búið að grafa fyrir 4 möstrum sem verður flóðlýsing eða lýsing á vellinum. Því við höfum ekki alltaf náttúrulega bjart allan ársins hring og við ætlum að reyna að nýta hennar völl bara allt árið, eða þú veist, með við getum þegar ekki er snjór. Þið eru ekki bara að leggja metnað ykkar í efstu deildirnar. Það er svolítið öflugt starf við að rækta upp æskuna, þú veist að yngri deildirnar. Þetta er líka gert fyrir þau, eða ekki? Sko, jú, ég myndi segja að við erum með frábært yngriflokkastarf og við erum að ná að vera með flokka, þú veist, lið í öllum flokkum, bæði kvenna og kalla sem er alveg þvílík breytinga því áður fyrir var náttúrulega voru stelpurnar að spila með strákunum. Og við erum núna í samstarfi við allt Snæfellsnesið og við spilum saman undir merkjum Snæfellsnes. En við erum með mesta iðkendafjöldan í Ólafsvík og það er bara nánast 90% af krökkunum sem að æfa fótbolta, sem er alveg frábært. Nú er fyrsti leikur í maí. Hvernig er staðan og þú lítur yfir? Ég sé að þeir eru rosa duglegt fólk á vellinum að vinna. Hvernig er staðan svona? Ertu bjartsýn á? Já, eins og veðrið í dag og allir á fullu, þá er ég svakalega bjartsýn. Við eigum vísu fyrsta heimaleikinn 12. maí á móti HK. En ef við náum ekki vera með þetta tilbúið sem kemur í ljós, þá getum við kannski fengið að spila hann úti og þá er ekki heimaleik fyrir 8. júní. Og þá kannski gæti þetta náðist. Völlin ætti að vera klár svona í maí en vallarhúsið sjálft, við fáum líka vallarhúsið við hliðina. Það náðist ekki verið tilbúið fyrir júní. Það ekki annars svona Ísafjarðarblæ á þetta, hleypið bara vatnin á og hafið smá drullubolta? Já. Það er ekki bara tilbúið í það, svona öðruvísi? Nei, við ætlum að vera búin að reyna að fá grasi og það verður ekki límt niður. Það verður svona sauma saman svo að þá að vera ekki alveg eins háu veðri. Þú veist, þá getum við kannski fengið að fýra á. Er ekkert skrítið að vera tómstund- og æskulýðsfulltrúi og vera allt í einu farin að pæla í því hvernig gervigras, hvort það saumað eða ásett eða ég veit ekki hvað, er þetta ekkert skrítin heimur, allt í einu að vita allt gervigras? Nei, ég segi, ég er engin sérfræðingur, maður getur ekki verið bestur í öllu, skilur, en við erum með alveg frábæra menn sem eru búin að vera í nefnd og hugsa þetta og velja það besta. Við létum svona eiginlega sérfræðingar á staðnum, aðalfótboltagúruna að vera með okkur í því að velja hvaða gras væri best á völlinn. Og við vorum alveg sammála, við ætlum að taka það besta og nýjasta sem er til. Fyrst við erum að fara í þessar framkvæmdir og ætlum að vanda til verksins. Nú er Ólafsvík, þó þetta sé stór bær, þá er þetta svona samt, smábær undir jökli. Er það krafturinn frá jöklinu sem gerir það verkum að þið hefur verið í fyrstu deild og úrvalsdeild og það er ekkert alveg sjálfgefið og svona lítil bæjarfélög séu þar, er það? Nei, við erum eiginlega örugglega með þeim minnstu bæjarfélögum á landinu sem er búin að vera í Pepsi-deild. Og við erum mjög fámennt, en Skagi náttúrulega var líka, hann náttúrulega aðeins stærri. Og eins og fyrra vorum við Vesturlandsliðin og IBVF sem vorum í Pepsi-deildinni. Svo ég held þetta við erum náttúrulega búin að hafa sama þjálfarann lengi og hann er búin að standa sig svakalega vel. Svo er svolítið bæjarfélagið, maður sér það hrífst svolítið með. Það er önnur manneskja á pöllunum, eða ekki? Það er öflugt stuðningsmannalið. Jú, við eigum alveg líka hrikalega öflugt stuðningsmannalið í Reykjavík sem kemur á leikina þar. Já, brottfluttir Ólsarar. Já, þeir eru alveg frábærir og að við hefum núna alveg krakka sem eru að spila með landsliðunum í yngri landsliðunum og eru að fara, voru valin núna til þess að fara erlendis og keppa með þeim. Við hefum einn sem er í 15 ára og einn 16 ára. Bæði strák og stelpu, eða ekki? Jú, stelpan er markmaður,
alveg rosalega efnileg. Svo náttúrulega við Birtu sem er farin, hún er náttúrulega, eða þú veist, hún fór í Stjörnuna, fór í Skólabæinn og fór í Stjörnuna. Hún er búin að spila með unglingalandsliðinu sín, hún er 17 ára. Já. Svo er eitt strákur núna, Bjartur, sem er að koma í 17, sem minnst alveg frábært í svona litla bæjarfélagi. Hérna er ég til fyrirmyndar svona. Við kveðjum ykkur hérna af Ólafsvíkurvelli í kvöld og sjáum ykkur eftir viku. Sjalalalalalalalala. 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 Í bæði Breiðafjörði er hún blessuð fósturjörðin, þar víkingarnir búa, bláir gulir allir trúa.